Heil og sæl, þetta þátturinn milli himins og jarðar. Í dag ætlum við að tala heilbrigðan lífsstíl og hreyfingu. Ég veit að verða einhverjir vinir mínir sem munu hlæja þegar þeir heyra þetta, að ég sé að halda út í þætti heilbrigðan lífsstíl og hreyfingu, en ég lifi í tiltölulega heilbrigðan lífsstíl og hef svo sem alveg áhuga á hreyfingu. Ég hef reyndar ekki alltaf haft það, og sérstaklega ekki þegar ég var unglingur og barn, en það á sér nú líka sína ástæður sem að verða nú kannski raktar hér á eftir. Svo kannski tölum við eitthvað aðeins jólin. Það er nú korter í jól og ástæða til þess aðeins að minnast á fæðingarhátíð frelsarans og hvernig fólk ætlar að halda hana. Hér hjá mér sitja tvær öflugar konur, ungar konur, Eva Reykjalín Elvarsdóttir og Áshildur Hlín Valtýsdóttir, og þið eru svona bara ímynd heilbrigðis í mínum huga. Það er alveg þannig. Það er bara þegar ég sé ykkur og þá bara eru þið mér svona hvatning til þess að lifa með heilbrigðum hætti. Og ég veit, ég náttúrulega fylgdist svolítið með þér á Facebook, Áshildur, með mikill aðdáun þegar þú varst að gera alltaf jógaæfingarnar sem voru alveg bara ótrúlegar, á tímabili. Ég veit ekki hvernig þú bara fórst að þessu, þú bara gerði þetta heima og þetta var svona sett inn ein mynd á dag sem hvatning að fara nú að stunda jóga. Og þú varst þarna í brú og alls konar einhverjum stellingum, sem ég veist alveg ótrúlega að sé hægt að framkvæma yfir höfuð. Og svo hef ég hef komið í danstíma til þín, Eva, og það er náttúrulega bara bæði gott fyrir líkama og sál, eins og jóga. Mér langar kannski bara að byrja ykkur að segja lítið frá ykkar hreyfiþroskasögu. Hvernig kom það nú til að þið fóruð að hreyfa ykkur, Eva? Já, ég náttúrulega bara byrjaði sem barn, þá vorum við í frjálsum íþróttum og æfðum fótbolta og hreyfum okkur allan daginn, alla daga, og ég æfði hennar fótbolta og frjálsar mjög lengi. Svo var ég svo ótrúlega heppin með foreldra, af því að ég ólst upp á Óskarsströnd, að ég var keyrð í bæinn í jazzballett, sem var náttúrulega mín mesta ósk í lífinu, að fara að æfa dans. Af hverju var það þín mesta ósk? Var það eitthvað svona að séð í sjónvarpinu? Nei, þetta er ég byrjaði bara með uppistand, heima hjá mér, þegar mamma var að vinna, og við systur mín sem er 5 árum yngri, við vorum einar heima þangað til hún kom heim úr vinnunni, og það var bara dagskrá. Ég bara var með dans og uppistand fyrir hana, hún bara settist í sófann og ég söng með lögum og samdi að dansa fyrir hana, og svona bara var þetta. Þetta var bara það sem ég hafði mestan áhuga á alltaf. Þannig að það tengdist líka svolítið bara að vera performer líka. Þú veist, og það var svona, þú kannski líka blundaði, dansið var ekki bara eitthvað því þið langaði svo að hreyfa þig, þannig að heldur þið langaði líka til þess að tjá eitthvað svona. Ég náttúrulega og ef fjölskylda mín ætti að lýsa þá var náttúrulega bara þessi athyglisýki sem að kemur. Og það hendur náttúrulega vel að þú færð að vera það danskennari. Já. Getur gert þetta bæði í einu. Já, það kemur náttúrulega mjög vel út, get ég sagt, Já. En ég þá bara byrjaði að æfa jazzballett. Svo var ég að æfa annað líka, þú veist, fótbolta og svoleiðis, en svo hélt ég alltaf áfram í dansinum. Svo bara þróaðist það út í það að ég tók kennarréttindi í því að mega kenna svona danstíma. Body jams og zumba og þetta sem er svo vinsælt. Sem var algjörlega slegið í gegn. Já. Fullt af konum, er það bara konur sem er í zumba eða koma kallar í það? Það er rosa fáir. Já, en það gerist alveg. Það gerist, já. En það er allavega með breiður hópur kvenna sem sækir zumba á Akureyri, ég veit það. Já, það er mjög breiður hópur. Á öllum aldri og allar líkamsgerðir og allt saman, Af því að það er líka það sem er svo gott við það, að þú gerir bara þínum hraða. Já. Ef þú ert aum í öxlunum eða hnjánum, þá bara hoppar ekki eða gerir minni hreyfingar í einhverju laginu, skilurðu. Já. Svo kannski henda þetta lag þér miklu betur, af því að þá er verið einblín á aðra líkamshluta. Þannig að þú þarft ekkert að vera í keppni við hinar, Nei, það var það sem ég gladdi mig svo rosalega þegar ég kom einhvern tímatíðin, til þess að prófa þetta. Að það var akkurat þetta að maður var þarna á sínum forsendum og það var svo mikill léttir af því að ég er alveg ótrúlega taktlaus og en það var allt kennt alveg einhvern veginn svo nákvæmlega bara frá grunni og maður upplifði einmitt, þú veist, það er enginn að pæli mér hérna, Nei,
og ég segi einmitt alltaf þetta, það allar þessu uppteknur af sér Já. að þær hafa ekkert tíma til að vera Nei, maður þarf að hugsa svo mikið líka. Já, og svo verð ég svo ótrúlega glöð þegar ég sé að því að ég alltaf að reyna að láta konurnar upplifa það sem ég að upplifa. Já. Þú veist, alla gleðina og skemmtunina í þessu, fyrir utan svo að brenna og svitna og allt það. Þegar ég alltaf að segja að maður horfi í spegilinn og sjáðu þig, sérðu gelluna sem þarna fyrir fram að þig. Þú veist, Þetta líka sjálfstyrking. Já, og þegar ég sé eftir einhver skipti, þegar þær eru farnar að líta í spegilinn eða fara 2 skrefum nær speglinum, ekki vera bara aftast. Þú veist, það allt þetta. Bara þær farnar að setja stút á munnin og eitthvað svona. Já, og sveifla mjöðmálum stærra, því ég ger alltaf svona. Það þýðir að það flott að hafa stóra mjöðmir að fara alla leið. Það nú reyndar svolítið jákvætt í svona dansi að það þykir flott að hafa kvenlega línu. Já, það sýnir þetta allt. Já. Not þetta. Já, það alveg. En hvað segir þú, Áshildur? Hver þín hreyfiþroska saga? Já, mér finnst einhverjum munum kannski finnast skondið að ég sé til það, því að ég get ekki talað fyrir því að ég sé að hreyfa mig mikið. Það er mjög reglulega, en mín saga semst svo að ég æfði náttúrulega handbolta og fótbolta á mínum yngri árum og var líka desperate og allt þetta var skemmtilegt. Það gaman að vera í hóp og félagskapurinn það sem maður sækir líka í. En sko jógað núna eitthvað sem að mér finnst allt í einu höfða til mín alveg. Mér finnst þetta fyrst að brjálæðislega gaman að dansa sko. Ég manneskja sem get bara staðið hérna núna og farið að dansa bara því að ég ekkert feimuð og mér finnst það geðveikt skemmtilegt sko. Þannig að ég alveg þar. En tímasetningin ekki að henta mér þannig að það verður svolítið lítið úr þessu hjá mér. En jógaðan einhvern veginn þannig að það maður getur gert það. Svona meira einhvern veginn, það einhvern veginn þess eðlis. Og það eins og dansin líka. Það samspil líkama og sálar á ákveðinn hátt. Og það róandi og það hentar mér bara ofsalega vel. Og ég var að segja við ykkur áðan einmitt að jóga einhvern veginn þannig að þegar ég finn lyktina af dýnunni minni sko, sem ég var að setja svona olíu á, þá engin kvíði eða leiðindi sem fylgja því, það bara svona ákveðin söknuður. Já. Mér langar svo að vera þarna. Ég langar að fara að gera þetta, ekki svona, nú þarf ég að fara að drattast í þetta. Alls ekki, þetta bara gæðastund. Já. Og ég þarf að skapa mér það aðeins oftar því það að gefa mér heilmikið og þetta alveg erfitt sko, þó þetta sé rólegt þá þetta náttúrulega mjög krefjandi íþrótt eða hvað maður kýs að kalla þetta. Já. Þannig að það eitthvað sem að ég sé svona mig í framtíðinni fara betur út í. Ég væri mjög til í að taka kennararéttindi í því einhvern tímann og það kemur að rust. Ég er vissum að þú myndir alveg rúlla því upp sko. Takk fyrir. Það sem ég sé. Já. En það alveg rétt með jóga, það náttúrulega ofboðslega mikið tenging líkama og sálar. Ég reynda líka aðeins prófa það. Ég var einmitt að segja áðan við ykkur áður en þátturinn hófst sko að ég svo hrikalega nýjungagjörn í hjarta mínu. Ég hef svo nánast prófað allt sem í boði í bara líkamsræktar flórunni. Við komum nú kannski að því eftir. En jóga hefur alltaf fylgt mér svona í gegnum tíðina og þess vegna aðeins lesið mér til það og að þið voru að tala þetta með sjálfstyrkingun og það hreinlega til jógastöður sem að eiga sérstaklega að styrkja sjálfsmyndina. Ég var að lesa það einhvern tíma, þú veist, það eru bara einhverja ákveðnar stöður sem að gerir sem að efla sjálfstraust og sjálfsmynd og annað sem að mér finnst ótrúlega magnað og einhverja stöður sem að lækka kvíða, einhverja stöður sem að taka frá manni reiði. Þetta svona, þú veist, ég hef trú á þessu sko, ég held þetta virki. Þetta snýst náttúrulega orkustöðvarnar í líkamanum. Já. Og orkustöðvarnar fúnkera fyrir ákveðna hluti. Já. Þannig að það eru ákveðna stöður sem bara opna og þjálfa þessa hluti. Já. Þannig að það er tilgangur með öllum stöðum. Já. Ég kann ekki nefna það allt núna sko, en það sú hugsun á bakvið. Ástæðan fyrir mig langaði líka til þess að fá okkur þáttinn til að tala hreyfingu nokkuð sem að maður svolítið svona rekið sig á núna í bara umræðunni og bara í íslensku samfélagi og bara í tíðarandanum þegar maður bara að skoða í kringum sig og tala við fólk. Og það þetta eins stórkostlega hreyfing og máttugt meðal bara við mörgu og bara náttúrulega hreyfing og bara hefur áhrif á bara lífslíkur fólks og getur unni gegn sjúkdómum og öllu þessu sem náttúrulega marg rætt
og margt búið að tala en það gæti verið svolítið, sko, það kannski svolítið vont ef hún fer að snúast upp í andhverfu sína og stundum, sko, maður heyrir að fólk að tala það að hreyfing sé sko líka að verða svolítið svona streituvaldur í lífi fólks vegna þess að það eru einhvern veginn svona einhverja undirliggjandi kröfur í samfélaginu það að þú eigir ekki bara að hreyfa þig heldur eigir að vera í einhverju alveg ofboðslegri sko massífri bara þjálfun jafnvel þó þú hafi kannski engan sérstakann grunn í því að vera ekki æft frjálsara eða fimmleika sem barn eða neitt og allir kannski bara byrja að hreyfa þig milli 20 og 30 og þá einhvern veginn þetta bara býtu ertu að hlaupa maraþon ertu í crossfit, ertu í bootcamp ertu að gera upphyfingar og allt þetta og ég kannski tala líka pínu út fyrir sjálfur mér af því að eins og ég sagði það, ég svo nýjungu getna á hreyfingu og einhvern tímann þá fór ég með að æfa bootcamp sem örgulega henda mörgum en ég var 1 ár í þessu og þegar ég uppgötaði eftir árið að ég var sko undirlögð af vöðvabólgu og ákveðinni streitu yfir því að fara í tímana vegna þess að mér fannst ég ekki vera alveg að standa mig og það var svona einhver liðakeppni og maður var kannski bara eyðileggi fyrir liðinu sínu eða maður var með bara, túrverki þann daginn og bara slappur og gat ekki gert nógu vel og það var eitthvað svona stemning fyrir því eða menning fyrir því að maður átti ekki að fara að fá sér vatn í miðjum tíma, maður átti ekki að þurfa að fá sér vatn á svo klukkutíma, heldur bara keyra sig áfram og gera upphyfingar, ég meni ég bara engin léttavara, ég hef bara aldrei geta gert upphyfingar, gat ekki gert það sem barn heldur og úlingur. Og þá svona fór ég líka að hugsa og svona endur með þetta svolítið fyrir sjálfa mig býtu af hverju og þá spurði ég mér svo spurninga af hverju viltu hreyfa þig Hildur? Er það til þess að fara að keppa og er það til þess að fá sýnilega vöðva eða er það bara til þess að halda sönsum og líða vel? Og ég komst að því að það var til þess að halda sönsum og líða vel. Hvað segið þið þetta? Kannist þið við þetta? Hafið þið skoðun á þessu? Já. Er þetta ekki bara, þetta náttúrulega tíska eins og annað og fólk þarf tilbreytingu líka. Það ekkert skrítið að koma upp nýjar og nýjar greinar eða eitthvað sem fínpúsa og breytt aðeins. Það er bara ákveðin þróun á hlutunum. Þannig mér finnst það ekkert skrítið. En fólk náttúrulega misjafnlega nýjungagert sem vilja prófa allt. Að taka alla leið. Það líka, sko, við erum búin að vera að ræða þetta svolítið eða svona bara almennt til dæmis börn. Af því og keppnir, ég og mín börn í íþróttum sem eru keppnisgreinar, en þau eru líka íþróttum sem eru ekki keppnisgreinar. Og þar kemur aftur inn á, ég kenni jazzballett og á Íslandi er ekki keppt í dansi, sko jazzballett og jazzdansi, það er keppt í samkvæmisdansu. Og ég finn bara að sumum börnum finnst rosalega gott að vera að æfa dans, af því að þar er ekki verið að pressa á að þú ert að undirbúa keppnina, en auðvitað eru við að undirbúa sýningar, en það verður, og sumir eru kviðni fyrir því, en það er samt, ég finna mjög mikið að það eru margir sem vilja æfa eitthvað að því það er ekki keppt í því. Þú veist, og sumum hendar að rosalega vera í keppnisgreinu, og það er frábært. Og ég segi alveg eins og með fullorðna fólkið, þú vilt hlaupa maraþona því að þú kannski, það er kannski þitt markmið, þér finnst æðislegt að hlaupa og þá auðvitað gerur það. En það sem mér finnst alltaf mikilvægast er að þú finnir hreyfingu sem þér finnst skemmtileg. Annars endist ekkert í því. Er það ekki? Jú, ég held að það skiptir svo máli. Og þið lítur vel af því. Já, þið lítur vel af því. Það er bara, það er gaman og það er eitthvað gott að gerast. Og maður kannski hlakki sko til þess bara svipaðan hátt eins og þegar maður bara fer í nudd eða leikhús eða tónleika eitthvað sem er endurnærandi sko. Að hreyfingin verði þannig þáttur að lífum hans að maður vilji ekki missa hana úr af því að þú veist þetta sé bara gæðastundin sko, og gæðatími líka en ekki eitthvað sem verður kvíðvænlegt eða Þannig þið líði þá vel hérna inni líka sko. Að því að sumir hafi spurt mig, er Zumba eitthvað fyrir mig, hvað á ég að koma og eitthvað. Ég hef oft sagt, sko ef þér finnst ekkert gaman að því að dansa þá er ég ekkert viss að þið finnist þetta rosalega skemmtilegt. Maður hefur líka heyrt sko sjúkraþjálfara tala það að það hefur fjölgað sko fólki sem kemur til þeirra vegna þess að það hefur tekið of harkalega á því sko, í líkamsrækt og ætlaði sér hluti sem að kannski hefði einhver svona forsendur, þú veist, til þess að gera, af því að
bara maður þarf að í raun og veru sko hafa ákveðin grunn til þess allt í einu að fara kannski bara í einhverja ólympískar lyftingar eða þríþraut eða eitthvað svoleiðis. Ef maður hefur verið kyrrsettumanneskja sko fram á 25 ára aldri, þú veist, þá er kannski ekki droslega sniðugt að byrja þar. Nei. En það er náttúrulega bara einn gullni meðalvegur, er það ekki? Jú. Svolítið í þessu. Klálega. Og mér einmitt líka þetta að finna fyrir sálinni líka og líkamannum, þú veist, einmitt þannig að þú finnir gleðin í því. Já. Ég bara hlusta á sig, leifa almennu skynsemi að koma með, við ætlum okkur eitthvað mikið fyrst og gerum það og komum okkur á stað. Þetta er skemmtilegt og við höldum við séum bara í þokkalegu formi, svo bara er maður með strengi 5 daga eftir fyrir og getur ekki gengið og bara, ég hefði nú alveg kannski getað sagt mér þetta. Skilu. Þá er það líkaminn líka að tala til manns. Líkaminn segir mann ef maður getur ekki hreyft sig vegna þess að maður er svona strengi, að maður kannski hafi ætlað sér mikið eða hvað. Og líkaminn er vitur. Við verðum að muna það líka. Það er ekki bara hérna heilin sem á að hugsa. Líkaminn er skynsamur og hann er að segja okkur alls konar hluti sem, þú veist, stundum er líkaminn að kalla á hvíld. Það er líka alveg mikilvægt. Við getum komið inn á það eins líka. Stundum er hvíldin bara að rembast við að finna okkur og við erum bara eitthvað, nei, þetta er bara allt í lagi og gefum okkur aldrei tíma fyrir hvíldina líka. Akkurat. Hún verður seint ofmetin, held ég. Það er það sem er svo gott í jógatíman, sko. Já, það er eftir slökunin, sko. Það eru vellunin, sko. Já. En góðu konur, ég mér langar alveg bara að skipta fara í annan kafla núna og það eru jólin sem að eru bara eftir korter, næstu því, sko, eru bara að bresta á. Og mér er svolítið freistandi að vera með ykkur tvær, við erum allar 3 sömu kynslóð, þið eru með barnmörg heimili, ásettu þú átt 4 börn en ekki, og þú 3. Já, og 4 erum 4 heimili. Já, þeir eru 4 á heimili og þið eru báðar náttúrulega að sinna vinnu og ýmsu, námi og eru bara með ýmis hlutverk og marga bolta á lofti í lífinu. Nú er alltaf verið að, sko, fyrir jólin er verið að skrifa einhverja pistla sem birtast á netmiðlum konuna sem bara rífur hár sitt yfir því að þurfa að takast á við undirbúning jólana með öllu öðru sem hún er að gera og þarf hún ekki að þrífa eldhúsinnréttinguna og þarf hún ekki að taka alla skápa og þrífa alla veggi og eitthvað svona. Er þetta, nú spyr ég ykkur, er þetta kannski orðin svolítið svona einhver klísja sem við þurfum komast út úr? Ég meina, eru þið þarna? Að þrífa eldhúsinnréttinguna? Já! Ekki aldeilis. Ég get nú bara ekki sagt það. Ég geri það ekki. Mamma sagði nú við mig að sko, voruð er miklu betri tími því þá sérðu miklu betur, þá er það bjart úti og þá getur maður þrifið. Þú ert ekki að þrífa í mestu tími. Ég er algjörlega sammála. Núna kveikir maður bara kertum og dimmar að ljósin og þú veist, sérst ekki hvað er enda líka, nú er bara mikilvægara að vera með fólkinu sínu. En er eitthvað, þú veist, ef þeir eru alveg heiðarlegar, þú veist, ég meina, eru þið fegnar þegar jólin eru búin? Eða þú veist, þessi tími er búin svona, ég vona börnin ykkar sé ekki í horfinu. Nei, eru þið svona bara, ok, maður lifði þetta af? Nei. Auðvitað, ég meina, oft langar mig að gera miklu meira en ég geri, en ég meina, ég bara kemst ekki yfir það. Og það er ekkert endilega bara fyrir jólin. Ég meina, það kom líka vika daginn þar sem það voru 5 fjáraplanir eða eitthvað og allt að gerast í skólanum og eitthvað og þá maður að gefa brjóst og baka skúffukakörna til að skila í skólan og selja kartöflurnar og gulræturnar og allt þetta. En ég reyni bara að því að ég held ég sé alveg ágætt í því að fara ekki upp með stressstöðulinn, sko. Okay. Þannig að ég bara svona... Og hvernig, getur þú sagt okkur hvernig þú ferð að því að fara ekki upp með stressstöðulinn? Ég bara hugsa ekki á mikið, þú veist. Ég sett mér ekki í það að, þú veist, ég bara oft teki bara einn dag í einu. Og kannski málu við piparkökur í dag eða bara kaup mér jólagjafir, þetta er mikið að gera og svona, en ég fer ekki í bara allt sem er eftir. Nei, þú lætur það ekki stýra tilfinningu. Nei, bara alls ekki. Nei. Það er enda magna, það er akkurat það sem ég kennt í hugrænni atferlismeðferð, en þú bara kannt þetta? Já, sennilega. Eitt af því sem ég kann allavega, eitthvað annars ég kann ekki. Mér finnst þetta mikilvægt, þetta er mjög eins og ég fúnkera sjálf. Ég er með lista yfir hvernig dagurum lítur út. Þú ert náttúrulega með 4 börn á mjög líkum aldri, eða ekki? Hvað eru þau gömul? Þau eru 2 stelpur sem eru 5 og 7 og strákar sem eru 8 og 10. Og það er alveg stuð, þú veist, bara alltaf, sko. Já. En maður hefur einhverja ákveðna svona
maður getur sagt svona vörður á leiðinni. Það gott að vera búin að kaupa jólamatinn viku fyrir jól, skiljiði. Það alveg gaman að vera búin að baka eina piparkökusort og fara í Laugabraut til mömmu og pappa. Kaupa jólagjafirnar, restin bara, það bara gott ef eitthvað gott gerist. Ef ég næ að þrífa eitthvað súper vel, já það gleður mig, mér finnst það gott. En það ekkert svona sem ég stend og fell með. Nei. Maður þarf að koma jólagjöfum í hús og maður þarf að koma jólamatnum á borðið. Allt annað bara daglegt og maður tekur það bara fyrir þess að það kemur. Eru þið ennþá að senda jólakort? Sendið þið jólakort? Já, ég get ekki hætt því. Ég mjög gamaldags. Það einmitt búið að vera pínu umræð þetta. Ég tími ekki að sleppa þessu. Mér finnst þetta nefnilega dásamlegur siður og mér finnst mér sorglegt að það myndi leggjast af. Það eitt af því sem ég tók út til þess að einfalda aðeins líf mitt fyrir jólina. Ég skrif ekki jólakort, sendi bara kveið á Facebook, en mér finnst alveg óskaplega gaman að fá jólakort, þannig að endilega sendi mér og ég sendi mér síðan hugsanir, en þú veist, ef þið gerir það. Ég gerir það. Stundum mynd og öllu, sko. Já. Sumir hafa rætt, sko, hvað þetta sé orðið dýrt að gera þetta. Auðvitað margir hættir á því, þú getur gert þetta sjálfur eða keypt þetta eða hvað, en mér finnst þetta einmitt, þetta einhvern veginn svona jólagjöfin til nánasta vina og ættingja að, þú veist, gefa þeim þetta og skrifa eitthvað svona skemmtilegt. Þetta bara stund. En jólagjafakaup, hafið þið eitthvað svona viðmið varðandi verð að fara ekki út yfir einhver mörk eða þið skynsamar í því? Það snýst stundum kannski hluti sem vantar, skilurðu? Ef það vantar skíði eða einhverja dýra hluti þá detta þeir í hús. En annars segir maður ekki, nei, ég ekki með svona einhverja tölum. Maður vill samt ekkert fara út í neitt rugl, það kannski bara viðmið. Við systur ræðum við nánasta skilur svona. Stórfjölskyldan með viðmið, hvað maður gefur, svona cirka bát Ég að tala svona okkur. Einmitt. En ég allavega, ég gæti auðvitað sparað meira ef ég væri búin að kaupa jólagjafirnar núna, til dæmis. Ef ég gerði eins og sumar sem eru svo flottar í þessu, gera þetta skipulega allt árið eða allt haustið. Ég verð að segja ykkur í þessu samhengi af því að það er svo gaman. Ég hugsa þetta til þess. Við byggum út í Brisbane í Ástralíu 2006-2007, eða 2008. Vorum þarna 2 jól. Og á þessum tíma þá náttúrulega þar maður eru svolítið séður að vera búin að senda jólagjafirnar í tíma. Það tekur nú tíma að koma sér frá Ástralíu og heim. Og við sendum það nokkra til systkinabarnanna. Og þannig að ég var náttúrulega bara í nóvember, kýla á allt bara, jólakortin og jólagjafirnar og komu þessu öllu. Svo var ég bara í frí í desember. Ég bara, hvað að frétta? Þetta var dásamlegt! Já, var það? Jú, það var ótrúlega gott. Þá kannstu notið aðeins? Við vorum náttúrulega svo sem bara ein og ég var bara að dingla mér í sólinni og sólbæðinu í desember, náttúrulega hásumar í Ástralíu. En ég hugsaði til þess bara, Ása, þetta var alltaf þægilegt. Það tók alveg ótrúlega mikið af einhverju pressu, þó maður sé ekki að reyna að búa til pressu, það alltaf eitthvað sem týnist inn og það bara þannig. Þarna var bara búið að afgreiða fullt af hlutum fyrir byrjun desember. Þú varst bara hoppað með kengurunum í. Já, það var eitthvað að dingla sig, það var æðislegt. En auðvitað líka gaman að rölta í bænum, maður vill ekki sleppa því alveg og vera búið með allt, Ég er stundum hrædd að ef ég kaupi ekki af svona snemma, ég var örugglega búin að gefa og það að kaupa aftur af því að ég er svo rosaleg svona í pökkunum á því, ég þarf alltaf að segja ég þarf að segja hvað ég ætla að gefa þér, þú veist. Ertu þessu? Ég þreif öllu og það er bara Þú ert eins og mamma mín, hún segir mér alltaf hvað hún ætlar að gefa mér og allir hinn eru fjölskylduna, þannig að það er aldrei eins að gefa óvænt. Ég er svo mikið að reyna að segja það ekki, en þú veist, mér finnst þetta svo spennandi líka bara að þreifa pökkunum mínum, þú veist. Bara af því að þú varst að rifja sögu þú varst erlendis. Ég fór sem skiptinu mig og ég man bara eftir því að það sem allavega systur mín hafa sagt, það stóð upp úr þau jólin þegar ég var ekki heima að bæði það var svo rólegt af því að ég greinilega hef hátt og enginn er fyrst að pakka það. Athygli sjúk bara yfirleitt en líka þú veist, það voru ekki svona pakkalæti, þú veist. Það var allir bara svona þroskað að halda, Ertu nokkuð ennþá í því að sitja við jólatrið og svona handlegg? Já, þú ég að því, Já, að ég falleg. Já. Þannig. Já, við erum þetta kúlið. Við gerum þetta stundum, ég get alveg svona. Ok, ég ger þetta líka. Já, kom on. Sorry.
En kæru konur, það var rosalega gaman að fá okkur. Við hefum verið að tala meira jólin, heldur kannski hreyfingunni, ég veit það ekki. En ég vona samt sem áður að þetta hafi nú verið bara gagnlegt, sko. Að tala aðeins hreyfinguna og fara svo yfir jólin. Eva og Ása, bara takk fyrir komuna og við kveðjum hérna Sigurhæður og bara sjáumst aftur í næstu viku.